Bandarískur fjármálalögfræðingur segir að sækja eigi stjórnendur föllu bankana til saka. Þeir hafi framið glæp. Hagfræðiprófessor vill að rannsóknarnefnd Alþingis haldi áfram störfum. Bandarískur lögfræðingur sem hefur sérhæft sig í fjármunaglæpum segir að sækja eigi stjórnendur bankana til saka. Þeir hafi framið glæp. Hagfræðiprófessor vill að rannsóknarnefnd Alþingis haldi áfram störfum. Þetta kom fram í Silfri Egils í dag. Þar sagðist Þorvaldur vilja breyta rannsóknarnefndinni í eftirlitsstofnun og að erlendir aðilar verði fengnir til að hafa yfir umsjón með henni og veita henni skjól. Þorvaldur telur að enn eigi eftir að rannsaka margt í aðdraganda bankahrunsins. Við höfum eftir ýmis önnur mál sem urðu til þess, af því að þeim var alltaf sópað undir teppið, að skilyrði sköpuðust til þess að bankakerfið lenti í höndum manna sem keyrðu það í þrot á 6 árum eða minna. Þá hvatti Þorvaldur stjórnvöld til að óska eftir aðstoð pólskra yfirvalda til að semja lög sem svipta stjórnmálamenn eftir launum, hafi þeir gerst brotlegir í aðdraganda hrunsins. Skýrslan segir berum orðum að bankarnir hafi brotið lög og hún segir berum orðum að fyrrum ráðherrar og embættismenn hafi sýnt vanrækslu. Bandaríski lögfræðingurinn William Black var einnig gestur í Silfri Egils. Hann sagði rannsóknarskýrslu Alþingis sýna að stjórnendur bankana hafi gerst brotlegir við lög og að þá eigi að sækja til saka. And they have set out in the report a textbook case of accounting control fraud at all 3 of the big banks that destroyed this economy. What do we learn from the report? Yeah. They grew like crazy. They made extraordinarily bad loans. They had to gut their underwriting to do that, which is what you have to do. They had astonishing leverage, and they put on virtually no loss reserves while they were doing things that were going to cause 2/3 losses. In other words, for every dollar they loaned, it was as if they burned 67 cents in the United States. Yeah. So what you're saying is that the directors of these banks, the owners of these banks, should be prosecuted as criminals. Absolutely. They are the criminals.